Númer 6, Magnús Máni Ólafsson. Númer 7, Ævar Arnarsson. Númer 8, Friðrik Olgeirsson. Númer 9, Alex Snær Morgan. Númer 10, Heiðar Örn Kristjánsson. Númer 11, Styrmir Steinn Mór. Númer 14, Ómar Freyr Söndarsson. Númer 16, Gunnlaugur Þorsteinsson. Númer 18, Sölvi Freyr Hjartarson. Númer 20, Jóhann Óðurmann. Númer 22, Bjarki Reyr Jóhannsson. Númer 23, Kári Arnarsson. Númer 29, Atli Valdimarsson. Númer 31, Jóhann Björn Ragnarsson. Númer 40, Þorgils Máni Eggertsson. Númer 53, Per Stefanek. Númer 63, Felix Johann Serena. Númer 67, Gabriel Camilo. Númer 83, Filip Kragh. Númer 92, Ólafur Már Björnsson. Og númer 95, Haukur Steinsson. Þjálfari SR Ívar Brzezinski, honum til aðstoðar Daniel Ólafur og Olgeir Olgeirsson. Og þá kemur við heimamanna. Númer 2, Númer 3, Petter Bjarni Arnarsson. Númer 5, Gunnar Agir Arnarsson. Númer 6, Heiðar Gauti Jónsson. Númer 8, Bjarki Rafn Einarsson. Númer 10, Jóhann Már Reinsson. Númer 13, Uni Steinn Gröndal. Númer 15, Baltasar Ari Hjalmarsson. Númer 16, Arnar Helgi Kristjánsson. Númer 19, Friðrik Andri Már Mikaelsson. Númer 20, Atli Þór Sveinsson. Númer 23, Hallþór Andri Sigurðarson. Númer 24, Björn Már Jakobsson. Númer 25, Ingvar Þór Jónsson. Númer 28, Gunnar Hallberg Rúnarsson. Númer 33, Ágúst Máni Árnason. Númer 35, Róbert Andri Steingrímsson. Númer 44, Andri Sverrisson. Númer 55, Jakob Erland Jóhannesson. Númer 89, Halldór Ingi Skúlason. Númer 91, Róbert Máni Hallberg. Númer 96, Matthías Már Stefánsson. Þjálfari SA Mikki Daðinen og honum til aðstoðar Ari Gunnar Óskarsson og Jóhann Jóhannsson og Leifur Ólafsson. Og dómarar leiksins eru Óli Þór Gunnarsson og Sæmundur Leifsson og þeim til aðstoðar eru Sindri Gunnarsson og Búi Ólafsson. Gjörðu svo vel og góða skemmtun. Já, góða kvöldið, góður áhorfendur. Það er svoleiðis. Það er þannig. Verið velkomin í skautahöllina á Akureyri. Gegnum sjónvarpið. Já, Þeir sem vilja horfa á okkur. Ég held að sé ekki margir að horfa á okkur í stúkunni. Það er reyndar sko, ég skilst að það hafi verið mikill spenningu fyrir að hafa okkur hérna, þannig að gæti einhverju verið með headphone að hlusta á útsendinguna. Aldrei þetta. Elvar Jónsson og Rúnar Freyr Rúnarsson eru að fara að lýsa þessi kvöldina. Fyrsti leikur úrslitum. Skautafélag Akureyrar fær Skautafélag Reykjavíkur í heimsókn. Og það er mikill spenningu fyrir kvöldinu. Já, við ætlum ekki að leyfa introinu að fljóta og svo vellur út okkur vitleysan hérna. Yes. Game on!
skemmtilegt, það er gaman að þessu, við erum með smá sjó hérna í byrjun. Geggjað. Liðin er að gera sig klár og það er tölvöld spenna í lótinu. Já, bæði lið með fullskipa lið. Það eru bæði lið með sín sterkasta hóp og það verður gríðarlega áhugavert að sjá. Ég var svona aðeins að renna yfir línundar hjá liðunum aðan og þær eru 4 jafnar. Já. Lúkas átti þannig. Þetta getur verið jafnt og skemmtilegt. Þeir eru núna Við ekki gleyma einu að Skautavellir Reykjavíkur eru ríkjandi meistarar. Já, sko, ekki nóg með það. SA reyndar eru deildameistarar á þessu tímabili en aftur á móti eru SR búin að vinna 3 af síðustu 4 leikjum þegar þeir hafa mæst. Yes. En það hafa reyndar verið mikil meiðsli í herbúðum SA. Það hefur vantað marga leikmenn í alla þessa leiki. Já. En það er örugglega rosalega sterkt fyrir SR-inga að fara með úrslit, þetta hugafar. Það er svona stigvaxandi aðeins á SR-ingunum. En aftur á móti kannski aðeins meira leinuvopn hinum megin. Kannski koma nokkur óvart í kvöld. Já, Skautavellir Akureyrar. Og þetta sé nú hérna, en það er nú ljóst hvort liðið hvort þjálfararnir vinna best stressaði þjálfarinn. Ríkharður Eiríkur Tattinen er bossjakka sem kostar allavega 150 grílur. Það er á meðan það er bara derúan og dúnúspann á einu kalli, sko. Það er kallt í höllinni. Það er tjekkneski sveitajakkin bara. Herru, þetta er í gang. En það er tjekknesk allslemma á bekknum hann að hinum með greinlega. Hann er, ef ég sýnist svona á stærðin, þetta sé Daniel Kolar sem er með Milos Rasanski hann að ekki. Það er Sölvi og Jói sem er að fara í uppkastið. Þetta er að byrja. Woo! Let's go! Máta sig aðeins á stað. Þeir pressa strax, Akureyringar. Fínt. Aðeins að láta finna fyrir sér. Þetta er væntanlega gameplan hjá SA-mönnum. Þeir vilja væntanlega láta finna aðeins fyrir sér strax. Svona. Jói missir hann. Orri Blöndal verið í Axel hérna í törnum frá. Orri þarf nokka pústa til að komast í gýrin, sko. Já, uppbyttunni dugar ekki Orra Blöndal. Kemur Róbert Haberg. Já, það er kraftur í fótholm á þessum dreng. Hann flýgur áfram. Hendur pekkinum bak við mark og þessi þeim að koma aðeins fyrr. Þessi er enga að koma aðeins út og Robby með langan yfir. Jakob sér um þetta. Fyrsta skoti varið á Jakobi. Kári. Ætlaði að senda hann yfir en dreif ekki allan leið. Róbert Haberg kemur inn. Toggi flottur hann í Vestfirðingum, búinn að vera flottur í vetur. Kjómst inn þetta, Halldór yfir að Unni. Unni aðeins og snöggur og ljósa sig við hann. Kári ber hann upp fyrir Vestfirðinga. Svolítið svona fram og tilbaka núna. Jakob búinn að vera annað. Já, Arnar Helgi hérna, Halldór Skúla, Unni Blöndal. Kemur þessu út og það Heiðar Gauti sem kom heim frá Svíþjónun í vetur. Heiðar Gauti, Unni með sér, sendir hann. Nei, ekki. Unni hann litlu. Þá var hann heldur þetta. Halda pekkinu djúpt, þá var það reynsluboltinn Andri Sverris kominn hann í hornið. Hann er nú bara tekinn og pakkaður, sko. Góða kvöldið. Markus Máni Ólafsson er þungur, hann er stór og sterkur strákur. Fyrsta skot hérna þess samannum. Það kom Elsingur, Sölvi. Kemur Heiðar Kristiðarsson. Og Akureyrs blóð í honum. Halldór pikkar þau. Ekkert vissuninu. Sáum að þeir byrja hérna að keyra á 4 línum, SA-menn. Já. Og meðan SR-ingarnir byrja greinilega á 3. Ok. Pétur. Kemur hann yfir og hér! Varsla! Gríðarlega Þvílík varsla! Jakob. Vaska sig og það maður! Já, hérna Jakob. Pétur sett hann þvert yfir og það kom skotið. Jakob varðan og satt á raskatunni fyrir utanmarkið, eða utanmarkteginn. Og náði svo að loka þessu. Vá, þetta var mikilvægt. Þetta var stórhættulegt á með Vestfirðingunum. Sölvi, Jói Leifs. Þessa hefur það hérna, góð bara það. Andri setur pressu hérna á Togga, hann kemur hann upp. Orri, þetta djúft bara. Það er Gunnar Arason.
missir hann frá sér og það er að Peter Góð tækling hana. Haffi fyrir tæklinguna. Fórnar sér. Hann er gríðarlega sterkur þessi leikmaður Peter, nummer 53 hjá S-ringunum. Langstigastur í deildinni með 38 stig í 19 leikjum. Takk fyrir takk. Það er geggjað. Þar af 19 mörg. Nei. Munið það kemur og rífur hann í gegnum. Pappa segir aldrei klúður af þessu. Pappa segir aldrei klúður af þessu. Aldrei. Ja, hitt ekki markið. Vel gert samt. Og það var það Balti. Hann er stór í markinu líka, hann lokar vel. Jóhann Björgvin. Já. Það var Robert Hafberg. Fín barátta hérna. Já, hann er með hornið, hann vantar hjálpina samt. Upp með hann, bara upp á bláu. Já, hann heldur þessu lengur. Já, Unnar kemur í hjálpina. Hanna. Og svo áfram Rómi, koma svo. Nei. Þetta er ennþá bara... Það er smá slagsmann þarna. Einhver hasar hann í horninu. Hörru. Og gríðarlega vippa hana. Já. Frá Petr Stefanik heitir hann. Yes, það er uppkast inn í varnarsvæði S-ringa. Já, við höldum áfram. Svona aðeins búið að liggja á S-ringunum núna í startinu. Ingvar Jónsson komir hérna í sóknina. Heiðar Gauti setur þetta bara djúpt og Unni fer í Halldór Skúlason sterkur. Já, Styrmi missir hann á Kári í baráttunni, en Styrmi er lúmskur líka. Heiðar vinnur þetta. Öflugur leikmaður. Það er svona gæi sem að nýtti færi sín. Hann skora mörg. Það er Ólafur Björnsson, hann getur nú skora líka. En Jakob sér við honum. Já. Akkurat. Jói kemur og Gunni yfir á andra sem hann næri ekki að klára þetta á Pétur. Reynslubolti Pétur. Róar þetta niður. Byggir svo. Það kom S-ringar. Já. Setja bara djúpt og það er æsing. Fáum uppkast í varnarsvæði Skautafélags Reykjavíkur. Og sjáum að SA skiptir fyrsta linni fyrir útaf og undan kemur önnur línan. Þannig að það eru gömlu línufélagarnir, Heiðar Örn Kristiðarsson og Unnar Hafberg Rúnarsson sem að farið upp. Spiluðu saman hérna þegar SA var í Íslandsmeistari fyrir einhverjum nokkrum árum síðan. Unnar vinnur uppkastið, Arnar heldur þessu, setur þetta djúpt. Heiðar kemur hann út. Reynsar bara. Atli, Baltasar, aftur yfir Atla bara, eða bara Víl. Það er líka, það er gríðarlegur hraði í þessari línu hérna. Balta, Robba og Unnari, þeir eru mjög fljótir allir. Og ég held að Baltasar sé hugsanlega fljótasti skautar á landinu þegar hann fer á stað. Svona. Og þeir koma þessu ekki út ennþá. Þeir eru í vandræðum sko. Bara þarna. Fín pressa. Og þar að Filip Krasak setur hann yfir hérna. Skynsamir. Arnar Helgi kemur þessu upp strax á Unni lítur og setur þetta bara út, sniður. Heiðar Gauti. Fín tækling hérna á Sölva. Þorgís. Birkir í baráttunni. Þessir enginn að koma að setja hann í miðsvæðið, missa bara frá sér. Birkir Einarsson setur pressu. Góð pressa. Áfram með þetta, svona já. Og Heiðar. Hirðir hann upp. Snýr, sendir á Sæma hana. Það koma þessir engan eftir. Þeir byggjum svona. Bæði leik búin að skipta. Klára skiptingarnar. Og Ritt sem er að sá ég leikmann nr. 48 að inn á. Já, leik nr. 48. Ég held þessi Þorgils. Hann er ekki skráður nr. 48. Nei, en hann er þetta nr. 40. Þetta er þessi Þorgils. Kemur Jóhann Leifsson með Haffa með sér. Haffi færa. Þetta er mér! 1-0!
Hafþór fyrir skaut! Hafþór! Og Jóhann Leifsson með enn eina stóðsendingu. Geggjusendingur á Jóhann Leifs maður. Þessi var sturluð. Algjörlega geggjuð. Við fáum endursýningu á þessu eftir augnablik. Hafþór Sigurjónsson setur hann hana. Erum að áhorfendur taka vel við sér hérna. Sjáum hérna. Kemur upp með rammanum. Jói fær sendinguna hérna frá, sá ekki hver þetta var. Vel gert hjá Jóa. Það datt út eitthvað með endursýninginu. En leikurinn heldur áfram. Markið var jafnfallið til það, þó við sjáum það ekki aftur. Ára Unnar Hallberg Rúnarsson vinnur puckinn, keyrir upp, setur bara markið. Arnar missir hann frá sér. Unnar fyrstur tilbaka, kemur hann aftur á Arnar. Arnar setur hann djúpt. Arnar fær hann aftur. Unnar Hallberg. Unnar og... Vel blokka skot þarna. Þetta líkill, alveg risa líkill hjá liðunum. Það að hver eru tilbúin að fórna sér og blokka skot og verjast þannig. Kemur leiksending. Nei. Það var ekki neinu. Gunnlaugur Þorsteinsson svona munnaði litlu. Ingvar ætlaði að taka bakhönd. Hætti við það. Og þarna. Góð tækling á Unna. Heiðar Örn Kristjánsson kemst þetta fram hjá Heiðari Gauta en Halldór Skúlason kemur þessu út. Þá það Ingvar bara skynsamur. Munnaði Ingvar þarna maður. Vel gert. Fín hugmynd hjá Ingvari þarna. Birgir snöggur á fótunum. En stóðsendingin frá Jóa Leifs áðan var stóðsending nr. 25 á tímabilinu. Geggjað. Jep. Og Hafþór var að skora sitt 11. mark. Frábært. 12 mínútur eftir að fyrstu lótu í Skautahöllum á Akureyri. Það eru slett 850 manns hérna í sætinu og hinn að fá sér hammara. Það verður einhver örtröðin á grillinu. Jæja, í nýja félagsheimilinu. Ég hættur sko, það þurftur að sér styrkja grillið vegna það er hróður borgarana hérna í Skautahöllinni er búið að berast víða og fólk er að koma á öllum sveitum landsins til að bræða á kjötinu. Ævar Arngrímsson pressar, Jakob Verda. Við erum eitthvað búin að heyra því að þetta sé heimasláttar frá hirðbóndanum Gústa. Og þarna kemur Leðvibjörnin. Sjáum við yfirveginn og kallinu kemur með Sorser þarna og þetta er skot á mark. Það lítur að telja. Þetta telur. Hann er komið með skot á mark. Kemur búinn að spila í 20 sekúndur. Gunni skynsamur þetta fyrir beint út. Fyrir pressu strax. Sjáum að Akureyringar eru greinilega að snúa hratt. Þeir eru að reyna leið og eru að vinna puckinn, þá reyna að snúa við. Þeir eru ekki að skauta mikið tilbaka, þetta reyna að snúa strax. Petter með og þetta var hættulegt. Tímur Orri Blöndal á ferðinni. Orri elskar að fara á ferðina, sjá þetta. Og svo, setur inn í hliðanettið, vel gert samt. Passaði verið aftæðið Hafþór. SR-reikarnir, Axel er duglur í að lauma sér svona bak við varnamenn. Jói skilur hann eftir, Jói komir einn á móti einum og reynir tótrak hérna, kennst ekki. Gamalt lappatryggs eitthvað. Við hefum virkað hjá honum ansi oft. Arnar Helgi kemur yfir og Róbert munið að reyna maður. Robby, það er fínt að losa það reyningastundum. Það er eitthvað tínast pökkurinn á kinnunni hjá honum. Ef við kennum Robba sendan þá verður þetta miklu betra hjá honum. Það þarf í íþróttu sem að þeir eru fleiri sko. Áfram smjörið. Það er bara þarna. Þá er það Kári. Nei, Ólafur fyrirgeðu. Og næri ekki sendingunni. Fín vörn þarna hjá Atla. Góð sending hérna innanfótar sending hjá Arnari. Og Balti bara stingur hann af. Sett hann Dríkur. Jóhann Björgun verið þetta. Hann fór á milli lappan á honum en slapp samt. Fór ekki inn. Kemur lögsending. Það er mikill hraði hérna í byrjun. Þetta er svolítið fram og tilbaka. Ingvar kemur þessu út með rammanum en dettur niður og kemur sending fyrir en Halldór pikkar hann upp. Ingvar skjóttu bara til einhver. Nei, það var allt myndaðala krúi í hættu. Það sáu þið gamla. Ringd alla viður hann að Björn í leifurvesti. Hann sá bara appelsíngulu vesti hann og miðaði á það kallinn. Lögreglan var að ratamæla það. Sér hann ekki vel. Komið vel yfir fertugt kallinn.
Herðu, áfram með smjörið. Það er bara spurning hvort að alvöru hockey í gangi hérna. ef við varum ennþá út í svellinu en skóaböðun hefði verið komin ætli fólk hefði þurft að vera með hjálma í skóaböðun. Ég held að gera varnagarðanum í skóaböðun. Herðu, áverða Heiðar. Heiðar missi pökkina með henn. Orri setur skrokkin í hérna. Jóhann Leifs. Tökir Jói. Lappar upp. Jói elskar að vera með hann. Haffi með honum, fær pökkinn og Jói keyrir beintinn á mark. Ó, Jói! Tökir Jói! Í stöngin! Vel gert hjá Jóa. Aftur, Andri Ó Mikaelsson. Og Andri aftur með pökkinn. Herru. Það eru færi hérna. Eru bara herðatökinn. Gunni með lúmskan. Og Bjarki. Andri með eitt svona vinalegt tapp hann í kálvan á hérna Ólafi. Emitt, gullfallegt. Herru, Gunni kemur honum yfir á Hafþór. Hafþór róar þetta niður. Spila yfir baku markið en Arnar, rólegur. Þá kemur Róbert Hafberg. Robby. Og Alli aftur. Rólegur. Þeir eru brauðóttir hérna, Arnar Helgi og skrítið sendingar, Robby nær honum. Og það flautar afstöðu. Og flaut á hann. Þetta var rangt að 8 mínútur lifa fyrstu lótunni. Herru, þetta er Essa megin í augnablikinu. Í augnablikinu, já. Í augnablikinu. Betri pressa og fleiri skot. Já. Þó nokkuð meira með pökkinn en einhvað síður hafa S-ringarnir verið svona við að sleppa í gegn hann svo oft. Já. Það vantar aðeins sjálfströld bara í síðustu sendingunni hérna. Þá er þetta komið sko. En einhvað síður 1-0 fyrir Essa Víkingum. Og það er nóg eftir af þessum leik. Sölvi Freyr á móti Heiðari. Sölvi Freyr Atlason. Það var nú hockeyleikmaður hérna, Sölvi Freyr Ottesen hérna í Galata. Hætti svo við að vera hockeyleikmaður og gerist atvinnmaður í knattspyrnu. Það er gaman að segja frá því að við spilum með sama liði í Danmörku í sikkur í sportinu. Herru, ára Víkingarnir. Halldór húkaði niður hana en þeir sleppa með þetta. Petter illa góðu skotmaður. Hann er hrikalega hættulegur. Það þarf að blokka skotið á honum. Heiðar Gauti setur hann bara djúpt, skynsamur. Ingvar Jónsson. Ingvar veit að Petter er að koma hana og er tekinn í bakkarið. Munið lita hana. Næstu í slottin fyrir markið hana. Halldór Skúla réttum á réttum stað. Unni setur hann bara djúpt. Það vaks á öllum gilvum hérna. Þeir skipta bæði lið. Og Filip Krasak róar þetta niður. Filip með pökki fyrir S-ringa. Öflugur tjekki líka. Það er ekki gúmmítjekki. Nei. Þeir eru ekki með neitt gúmmítjekka nú. Rosalega rólegir hérna. Eitthvað, Bjarki. Hann er líka flottur hérna svíinn hjá strákonum. Hérna nr. 63. Felix Jóhann. Frá Svetala. Þetta er Tómas Bylgren sem að hlusta. Það er góð spurning. Við vitum að Jamie Dumont, fyrirhandi þjálfari Essa, við vitum að hann er að horfa. Þannig að howdy partner, Jamie. Sendum honum kveðju. Uppkall inn í varnarsvæði S-ringa. Hvað gera það núna? Jóhann Leifsson á móti Kára Arnarsinni. Það liggur marki í loftinu. Já. Innan 2 mínúna og við erum konum með annað marki í þetta. Bara spurning hvað meina með þér. Ég get alltaf einbeitt mér að leiknum í svo spenntu fyrir pekkjakastinu eftir. Það er bara hann að Elvar Jónsson greifinn sem hann er, enda mjög hátt launaður. Keypti 2 pekki handa okkur hérna í pekkjakastið og við erum að fara að hirða velurinn að einhverju blásaklusu barni hérna sem ætlar að reyna að vinna þetta. Akkurat. Það verður ekkert vesen á því. En það er einhver reikistefna í horninu. Það er eitthvað... Þessi laust gleri í horninu ennum ferðina, það gæti verið. Ingvar var að senda hann á hann sko. Það er kannski bara skemmtlið. Það veitur kannski að tjakka á glerinu í hinn og horninu líka þessum að Ingvar skaut þarna. En hurðin er eitthvað laus hana, það er komin. Erum við konum með trékassa þarna og... Mér sýnist þetta að vera Jóhann sjúkraþjálfari sem er allt í öllu hérna. Hann er í senn sjúkraþjálfari og hann er á ælusköfunni ef einhverjum er óglatt í stúkunni. Það er frábær mæting í höllina og geggjuð. Fullsettið á pöllunum hérna og þetta er skemmtilegt. Allt er svo að vera. Ég mætti hérna 50 mínútur fyrir leik og fekk ekki stæði sko. Það er bara, maður lagði út í Brynju.
En það nú kannski ástæða fyrir því, Rúnar á lausu. Þú veist, þannig að það óvenju mikið í stúkunni. Já. Það leipur vist lítið á Snæri á mér og mig stendir hliðin á þér. Það bara svo leiðis. Já. Það er svo heitt hérna uppi út að hella að ég er komin úr jakkanum. Það er fullt af hetjum, þannig að Gústi Bóndi hérna með hattinn og Bergþór bróðir hans. Já, ég var nú að spá að vera með hattinn minn, gúrikattinn. Já. En það er bara svo vont að vera með headphone-una, sko, ef ég er með hattinn. Yfir hattinn. Já. Og ekki heldur undir það því hann sko passar akkurat á mig, sko. Þetta er búið að bara líflegt. Aðeins fleiri skot, ertu með skotin eitthvað? Sko, jú. Sko, en það er spurning hversu hérna fest það er hérna, maður sjá. Svona, hér. Live hérna. Já, það er ekki, sýnist ekki vera búið að hérna uppfærast neitt nýlega, svo það er 1 skot á markskráð. Nó, það er svoleiðis. Það tekur alltaf hérna smá tíma fyrir híturinn að uppfæra skotin og það. Já. Ég held að skotin kom ekkert fyrir en eftir lótuna. Ok. Jóhann Björgvin er í markinu hjá S-ringunum. Við vorum að velta því fyrir okkur hérna áðan, en ég var svona farin að giska. Hann er svona hávaksnari, sko. Hann er flottur. Hann var að spila í Tékklandi. Einn af mörgum ungum strákum hérna frá Íslandi sem hafa verið að spila erlendis. Hann spilaði í U20-deildinni í Tékklandi. Veit svo sem ekki hvaða deild, en hérna, það er flottur strákur. Já. Sko, nú veit ég ekkert hvað það er að tala um. Ég heyrði bara hann sagði stór bragðaröður og Brynju. Ég er með svona valheyr. Er það svoleiðis? Já, hann var að segja það. Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Ég er að fara að henda báðum þessu bekkjum. Ég er smá áhyggjur af þessari hliðvíkir hérna, Siggi Sigurmættur. Já, það er kannski ekki maðurinn sem þú vilt hafa á skrúfjárninu. 22 þumalfingur kallinn, sko. Nú kannski ekki að öðru kasta. Það er spurning hvort að Margeir er ekki hérna einhverstaðar. Já, miklu frekar. Geir er í mót. Hann hérna getur nú hugsanlega allan daginn treysta honum fyrir þessu. Formaður Magna Pilsnefndarinnar. Hvað heitir þetta fyrirtæki? Dauðutíminn EHF? Dauðutíminn. Forstjóri þar er Gorgir. Þetta er alltaf... Ég er ekki viss um að hann sé hérna í kvöld. Það er nú svona, fær nú ekkert oft leyfistrákurinn. Nei. Þetta er svolítið langt frá 603 hverjunu. Það er leiðilegt að fá bíð í þetta því að hérna, þetta bara var búið að hérna mesta skemmtun. Og mér fannst S að vera svona aðeins að herða tökinn. Ég held að bara lægi loftinu markjáðum bara... Já, kemur á vondu tíma fyrir S-a. Já, pínu. En kannski bara á góðum tíma fyrir S-eringa. Já, aldrei vita. Spjalla saman og svona ráða sínu ráðum. Já. Akkurát. Jæja. Liðin eru aðeins að ógerast. Það er eitthvað að gerast þarna í hotinu. Já. Það verðist hafa farið einhver pakning á hliði hérna og hérna aðeins lent út úr. Þetta lokast allavega, sýnist mér. Já. Mér sýnist reyndar á öllu að þetta sé orðið Geir Nelt. Ég sá að Siggi Sigur var eitthvað að prófa að íta í glerið og hann er náttúrulega með sko 83 cm bicep. Reyndar bara öðrum minn, hann sleit inn hérna í 300 kg back press section. En ef að glerið heldur þessu þá... Bicep öðrum megin. Ef að glerið heldur þessu þá heldur þetta öllu. Já. Þetta er að þetta í ganga aftur. Eina kannski testi sem þið ættir að gera er að láta mig hlaupa á þetta. Það verður nú ekki að fara að fá einhvern þingri í það. Já, Karl Ólafur Hinriksson. Vallarþulur. Þetta er okkar besti maður. Já. Hann er hirðþulur hérna í höllinni. Kemur alltaf undan feldi í úrslitakeppninni. Sést ekkert um að vera. Hann er bara það góður, hann tekur ekki þátt í einhverjum svona regular season games. Það er bara úrslitakeppnin eða ekkert. Akkurat. Herri, þetta er að detta í gang. Dómarnir klárir. Lungurinn þreytt á tuðinni í okkur. Því miður, við bara erum að reyna. Endilega þeir eru að horfa á útsendinguna á okkur. Hendið á okkur línu í gegnum
YouTube hérna, það verður gaman að lesa hver að hlusta og hver að horfa. Ert þú ennþá með Ice Hot One mailið? Já, það var hérna tvíburabróðir Bjarni. Let's go! Koma svo! Andri setur pressu í hornið. Á, Bjarki droppar honum. Új, fer fyrir á markið, kemur þar, sendingin! Vel flott sending. Sending og það er skot á markið. Þetta var uppbytun á pökkur frá Styrmir fyrir Jakob Einfeld. Jakob Einfeld. Þetta var léttur pökkur. Hann er heldensk. Heldensk. Hvernig væri við tækjum bara aðra lótuna á dönsku? Já, ég er fluid sko. Já, ég snakka fluður ensk. Herðu, í gang með þetta. Nú er komin uppkast inn í varnarsvæði Víkingana. Og Ólafur Hrafn í uppkastinu á móti Jóa Leifs. Sem að Kári býður þetta beint fyrir aftan uppkastpunktinn. Hann er lúmskur skotmaður. En Jói tekur þetta uppkast og Gunni kemur á ferðinni. Setur hann á Andra sem að stýrir þessu bara niður í horn. Og Felix kemur honum út á Bjarka. Og Bjarki, já, hann skautar bara með hann. Bjarki er strákur sem er búinn að vaksa gríðarlega núna síðustliðnum árum. Gott dropp hana, yfir á kemur eitt lúmskur á öxlinn á einhverjum. Erðu, pökkurinn ennþá laus. Og fyrir þetta, já, þá er það Felix. Setur hann annar hana bara straukstöngina. Sáum að Styrmir var mættur að læra hann að breyta stefnunni hana. Kári ná ekki skotinu. Þetta er Hafþór Andrásson, Hafþór að fá dóm fyrir interference. Nú held ég að forsetinn sé aðeins að hann hefur ekkert fengið að taka þátt, sko. Úlaf, hann þarf alltaf að hóra með þessi, sko. Þetta var svona... Það var lítið. Ok, förum í hérna reglubókina. Þetta var svona pínu seint hjá Hafa. Já, vissulega. Hann var ekki alveg komin úr smörbröðinu. Aðeins seint, það er rétt. En þetta var lítið. Þetta hressi leikið við. 6 mínútur eftir að fyrstu lótu. 1-0 fyrir Víkingana. Uppkast og powerplay. Þeir eru búin að raðinn mörkum í vettur. Powerplay í þessar. Hver er að fara að skora? Nei. Hver er að fara að skora? Þeir eru ekki að fara að skora. Hver er að fara að skora? Engi þeirra. Það er enginn að fara að skora? Nei. Petter. Petter kemur lóskóð fjárstungina, maður! Þetta er að gera í allan vetur. Petter lappar hérna upp með rammanum og setur hann svo bara blindandi á fjárstöngina sem Axel kemur á ferðinni. Og pökkurinn er laus. Ingvar sterkur hérna, grimmur, vinnur það og út með þetta bara. Heiðar hreins hann út. Og Víkingarnir ná skiptingunni. Koma ferskalappir inn á. Axel. Unni Blöndal og Unnar Hafberg. Ásamt Gunna og Orra í vörninni. Axel ber hann upp, droppar honum. Setur pressu. Og Filip. Og hvað er að frétta hérna? Lappar inn og kemur Axel og... Þetta er vel á... Já, Jakob við þetta! Gott skot. Stórhættulegt. Já. Þeir eru að fá færi hérna, sko. Já. Sem að Unni er eitthvað... Unni skautar hérna á eftir hérna Sölva. Var eitthvað að kvísla hann, ég veit ekki hvað var að segja svo summun. Það er hitta þetta, Nei, það var eitthvað vinalegt bara held ég. Já, við þurfum að fá smá hitta þetta. Ólafur Hrafn og Heiðar í uppkastinu. Þetta er lykilatriði í leikjunum hérna, það er powerplay. Sérstaklega í æseringunum, þeir hafa verið að skora mikið af mörkum í powerplay. Enda bara góður í því. Og ná ekki að hreinsa. Kári róar þetta niður, þeir stillu upp. Nú þarf að setja pressa á hann strax. Kári næri ekki stillu upp. Góð pressa frá Orra Blöndal. Hann er búinn að murka þarna nokkra. Gunni sterkur. Og Sölvi. Orri ríðalega sterkur. Orri setti inn undir handakrekan hana. Kári. Heldur hún róar þetta niður. Setur hún að Heiðar. Heiðar lappar út, leggur hún aftur út. Þá er það Ólafur. Og Íslandur Ólafur! Munið engu. Kárin er heldur hún minni. Og heldur hún minni. Heiðar kemur hún djúpt. Vel gert, Orri lætur hann finna fyrir sig. Gunni mættur. Og Styrmir í baráttunni og Heiðar. Þeir hljóta að vera þreyttir hérna. Orri og Gunni er búin að vera lengi inn á. Og S-eringarnir ná að halda þess inna en þá. Hvað gera? Kemur! 18 sekúndur eftir. One time er þetta frá Kára. Og þeir ná ekki að fara út. Þetta er alveg rosaleg pressa. Þetta er bara agalegt að þeir koma út í þessari stöðu. Kári með að þvert yfir og munið einhver þarna. Reynsluboltinn. Orri Blöndal. Móka honum út í skóflunni. En nú fengu hérna SA-menn í 3 eða 4 gang færi á að koma pekkinum út og koma með einhverja svona
skrítnar hreinsanir. Það er bara einhverja svona aumar hreinsanir, það er bara að negla þessu brút, sko. Axel og Jói Leifs stoppar hann. Það er svo bara til að smá momentum með SR-ingunum núna eftir powerplayið og þeir... Filip og yfir á Petur rúllar hann fram undir hanskanum á Jakobi. Sjáðu hvað hann er sterkur á pekkinum. Gríðarlega sterkur. Alvöru lurkur hann á ferðinni. Og SR-ingarnir eru ennþá. Jakob er þetta. Jakob sá hann aldrei en varðan og kemur aftur og rétt fram hjá maður. Axel Snær. Klúðra dauðafæri þarna. Jakob vissi ekkert hvað pökkur. Herru, það er bara aftur. Það er stórskotarhríð. Og þeir hafa heldur betur hérna bætt í hérna SR-ingarnir núna. Hanna, Jói Leifs. Heyrið pökkinn upp. Jói skynnseminn. Róar bara niður. Skynnseminn.is hana. Og skiptir. Klára skiptingarnar. Kemur Jói. Jói konum ferðina. Alla leiðina bara. Og hvað gerir Jói? Jói maður. Munaði litlu. Jói fyrir skiptingu. Pétur Mokk. Nær ekki sendingunni. Axel pressar á. Unnar. Arnar fær hann hérna. Nær að tippunum út. Robbi. Rángstaða þarna sem að... Já, aðeins lengi í gang hann að flauta hann, sko. Já. Það kom. Það var aðeins slef í flautunni. Náðu ekki að blása hann á kallinn. Og þetta fer yfir. Það verður frosið slefi í flautunni. Það er frosið slefi í flautunni. Það er nú ekkert... Johnny the Money er nú ekkert með hitan á höllinni endilega, sko. Það er nú ekkert, sko... Þetta var að spara, maður. Ekkert sópasviður þetta á kallinum. Einhvern veginn þarf að borga fyrir raman í skjáin hjá okkur, sko. Æja. Matti og Ómar Söndrusson. Og Ómar hefur þetta. Og Jónatan og Ómar. Já, Ævar tekinn þarna á smörður. Mattías. Nei, ekki Ævar. Ævar aftur. Úff. Þungsók. Þeir liggja. Þessi hefði getað hrótt inn, maður. Herru, það er fín pressa núna. Markus. Þeir þurfa nú aðeins að vera láta að finna fyrir sig þessa með núna. Þeir eru búin að vera svolítið að elta bara núna í smá tíma. Já. Eftir að stoppið, eftir að hliðið gaf sig þá hefur mómentið verið pínu SR megin. Og hvað gerir Balti þá? Balti með! Róbert næri ekki Vel varið Jóhanna Björgvin hérna. Mjög Róbert Tabberg setur hann út í slottið. Það er enginn. Hreinsar hann út. Atli Dennarsson sækir þetta. Kemur svo Arnar, setur þetta bara djúpt vantilega. Vel gert. Unnar Tabberg setur pressu strax. Arnar fær hann. Heldur hann minni. Arnar sjálfur. Hvað gerir hann? Næ, sendingunni. Setur hann út hérna og haffa. Arnar aftur og þetta er þröngt. Þetta er þröngt. Lúmsending. Arnar. Þá koma SR-ingarnir. Styrmir. Það er ekki alveg sendingunni en þeir hirðir döðbólinn. Kári! Númer 23 sem setur inn í þakknitið. Og Jakob vissi ekki hvað hann hét þetta kallinn. Þetta var rosalegt, kom lélegu pökkur upp í loftið, datt svo niður og náði sendingunni. Og það er Kári. Hrikalega flott sendingi líka, hann sendir henni bara ég held hann sendi sko blindandi sendingu, síðasta sendingi fyrir markið. Hann fær hann bara og rennur hann bara inn í slottið. Kári Arnarsson setur hann í þakkvitið og jafnar þegar það er 1 mínútu 10 sekúndur eftir. Þetta er Styrmir. Þetta er Styrmir, hann fyrir með honum hérna sem fær hann. Hann reynir sendinguna, kemur svona skrítinn. Hann hendur hann bara blindandi. Gullfalleg. Gabriel Camillo með stórsendinguna. Filip sem sendir. Nei, það er Filip. Það er Filip? Já, ok. Æja, Ingvar Höðarsson. Áfram með stjörið. 1 mínútu eftir. Unni með glórulastu sendingu og Axel kemst inn í þetta. Og þeir skauta markið upp. Sko, það er búið að vera eitthvað algjör rugl í gangi hérna í Varnarsson í þessar núna síðustu mínútur. Og kemur skotið á hann. Munaði litlu þarna. Herru, mómentið er með SR núna. Er ná að halda sinni? Nei, ná ekki að halda sinni. Bjarki fær tæklinguna. Bjarki setur pressu, vel gert hérna. Bjarki smurði Bjarka þarna. Liggur á bekkinum, hann lítur að flauta það bara. Flott tækling á Bjarkin, geggjaður. Áfram með smjörið. SR-ingarnir hreins út. Pétur Mokk kemur honum djúpt og þetta er æsing. Eða hvað?
jú, æsing. Hann er að rekka það aftur inn á hérna. Með ekki skipta í æsingu. Herru, þetta var alvöru són. Þetta er bara búið að vera... Allt að gerast, 1-1, 22 sekundur eftir. SA-liðið búið að vera svona yfir sterkari aðilinn svona fyrstu 15 mínúturnar. En svo bara síðustu 5 mínúturnar hafa SR-ingarnir verið í bullandi sókn. Það var eiginlega að plana þessi hliðskiptið þarna. Já, kippt pakning úr rúðunni og... Það var sett Olgeir hérna á, hann hefur bara farið að losa þetta. Allt annað að sjá SR-inga eftir að komu undan hliðinu. Valdi gerir vel að það. Unnar fær hann í slottinu. Setur hann bara... Ljómskurinn! Ljómskur hérna. Þeir hafa nú stjórn á pekkinu núna þessa menn. Svona pressa þetta. Kári markaskorari hérna, kemur hann ekki lengra. Já, hann er úti, 1-1. Þetta er hörkuleikur. Allt eins og þetta á að vera. Ekta úrslitaleikur. Þetta er alvöru leikur. Svona liðin skiptist á að bara hafa undirtökin. Stóra spurningin er, sko, er pekkjakastið núna eða í næsta leikli? Nei, það er örugglega seinna, Rúnar. Pottet, sko. Ég er bara búinn að svitna þetta alla lótuna spenning, sko. Herðu, en Mána Freyr Rúnarsson og Elvar Jónsson, ef við ekki bara fá okkur kaffi og komum svo með markaskorara og förum aðeins yfir þetta. Já.
Já, við erum Komum í loftið aftur. Mættir aftur. Það var eitthvað verið að hérna kvarti við því að hljóðið hefði verið aðeins á undan. Við reynum kannski að hægja, við erum bara tölum svo hratt. Já. Við vorum svo spenntir. Hægjum aðeins á okkur bara. Nei, hérna það var eitthvað smá vesen og við sendum okkar besta mann, Eirík H. Richter, í málið og hann hérna sem er sérlegur rafmagnsfræðingur og hljóðkerfisfræðingur. Sonur Skúla rafvirkja. Bróðir Skúla rafvirkja. Nei, hvað hérna hann Richter sem var þetta í sjónvarpsleikanum? Var hann ekki með nýjasta tækni á Vísindavefnum? Karl H. Richter. Karl H. Richter. Þetta er dett í gang, núna aftur. Þetta er dett í gang. Staðan 1-1 í hörku spennandi leik. SA ívið sterkari aðeins svona fyrirlutar leiksins en svo spýttu SA-ringarnir heldur betur í og réðu lögum og lofum hérna síðustu 5 mínútur á leiknum. Já. Skoruðu mark í powerplay eins og ég sagði við þeir eru bara stórættilegir. Bara mjög flottir sko. Það var ekkert í powerplay. Powerplay var búið eða ekki? Powerplay var búið. Jú. Það var búið sko. Kári Arnarsson skoraði markið fyrir SA-ringa með stóðsendingu frá Filip Krasak og Styrmi Mokk. En það var Hafþór Sigurðarson sem skoraði fyrir SA. Komum yfir á 7. mínútu. Stóðsendingar frá Jóhanni Leifsinni og Halldóri Skúlasinni. Sæmi klár á miðinni. Jó er klár. Hver allar inn í þetta? Og messaði ekkert í þessum Sölvi Freyr Allarsson fyrir SA-ringana. Og sér það er enginn að svindla sér inn í uppkastinu þegar Sæmi er þarna sko. Nei. Men þóra því ekkert sko. SA-ringarnir vinna þetta og byggjum sól. Axel yfir á Sölva. Sölvi yfir á Axel. Axel með skoti bara. Setur það bara á markið. Þór heldur þessu, kemur þessu yfir á Jóa. Jói setur þetta bara út. Vel gert. Petr tyggur þetta upp. Yfir á bekkinum. Ég held að sem er lengri kilvi þetta en Ingvar. Já. Sjáðu þetta. Gaman að mæla þetta. Þetta er rosalegt. Nei, missum við sendinga það. Pökkir þetta. Og Filip róar þetta fyrir aftan markið. Leipir strákunum í skiptingu. Filip og Felix hann að sallarólegir. Saman þeir býða hérna rólega. Kemur langur. Kári pressar á þetta. Jakob fristir hann bara. Ekkert kjaftaði. Uppkast inn í varnarflæðinu. Hver skorur næsta mark? Ég veit það ekki, Rúnar. Bara... Það er svona, þú veist. Það er enginn búinn að taka afgerandi núna, svona sóknar. Búið færi! Það kemur Unnar á ferðinni með Róbert Hafberg með sér. Vel lesið þarna hjá Ólafur, bakkandasending yfir á meðsendingarnir. Missar með skot. Það var Styrmir. Kemur einn upp á bláu Bjarki inn á miðina. Vel lesið og fram með stönginni. Það var miklu sterkar. Kemur aftur. Ánast á neitfattaði og aftur. Jakob inni. Hann er inni. Kári búinn að skora annar. Það er annar mark hjá Kára Arnarsinni. Þetta er 2-1. Herðu. Jakob varði þetta tvisvar, svo var hann aðeins upp þessu. Mjög forvitnilegt að sjá endursýningun á þessum. Það fengu þetta núna tvígangfæri til að koma pekkinum út aftur og koma honum ekki út. Endursýningi sýnir það bara að Kári Arnarsson var bara miklu graðar heldur en allir aðrir hérna. Já, það var bara þannig. Það er ekkert annað að gera. Hann er það yfir til kringum marki. Mikill markaskorari. Jakob verði hann á tvisvar og svo bara kemur fram hjá stönginni. Jakob færi sig yfir, kemur lúmskur, skot og Kári bara fylgir eftir. Þetta er bara svona. Vel gert hjá þessu. Þetta er bara smá varnarmistum. Sorry. Þú bara mátt ekki leyfa sónamannum að komast inn í rýbándu þarna sko. Jakob er að verja hann á allt öðrum stað sko. Já, það verður ekkert að setja út í Jakob hann. Hann er búinn að verja fullt af pekkjum og það er ekkert að treysta því að hann tekir 3. og 4. pökk sko. Heiðar og þá komið þessar ekkert aftur upp. Yfir á Gunnlaug. Momentum með þeirra megin núna. 2-1. Þetta svissast. Sérðu, Heiðar. Hvað gerir Heiðar? Miðjan er svolítið laus og Heiðar er bara í að færa að valsa þarna. Já, einmitt, þarna kom þetta. Það var Birgir Einarsson, setur hann, Ingvar. Góð tækling hann maður. Og
Jonathan O'Tuma með tæklingu hann á Ingvar. Ingvar stóð þetta á sér. Sýndist Birkir vera að biðja Ingvar afsökunar að hafa látið hann hafa pökkið. Þetta var svona nett suicide sending sýndist mér. Ingvar hefur séð svartan en þetta. 2-1 fyrir Skautafélag Reykjavíkur í annarri lotu í innbænum. Og það var jafnt í þessu uppkasti en Halldór vinnur þetta. Heiðar fyrirgið. Men svo Ingvar. Það með lúmskan og Rennur svo Birkir, hann hraður. Setur pressu á Filip hérna. Birkir pressar á þetta en Filip gefur hann út. Ævar. Það ná skiptingu hann þessa. Seglskútan Ævar Argrímsson hann. Og þeir vinna þetta, kemur yfir á. Það bara þessum í skot sko. Jesús. Hann stórhættulegur. Herðu, þetta var rosalegt. Anna, þeir komast inn í þetta aftur, það er enginn heima í vörninni. Langt yfir hérna. Hvað er að gerast í vörninni? SR-ingarnir hirðu hvern pökkinn og fætur öðrum hann það. Þeir verðast eiga alla svona lausa pekki, alla 50-50 pekki eru SR-ingarnir að taka núna í annarlótinni. Í augnablikinu er það þannig. Okkar menn var að fara að vakna þarna. Setja í næsta gír, setja marka á, koma tilbaka. Sölvi og Jói í uppkastinu. Og Axel skýtur bara. Jakob verið þetta. Vel varðið. Stórhættulegur pökkur þarna, skautingin 2 klóf þarna. Axel er líka bara þannig leikmaður, hann skýtur úr öllum mögulegum aðstæðum. Hann horfir ekki svona á markið að skýta sko. Hann er bara svo lúmskur sko, hann er mikill markaskorari. Og hann setur hann oft bara. Þannig að maður er einhvern veginn... Hanna, aftur! Já, gott blokkað að Haffa hana. Jó, kemur svo Haffa, Haffi missir hann frá sér. Haffi missir hann aftur á sér stað, Petri með á. Petri og kemur hann yfir en... Orri, Sölvi Freyr átt að fá pökkinn hana. Petir. Orri með fína tækling á Petir hana. Orri smurður Það er að gera miklu meira af þessu, láta hann aðeins finna fyrir sér. Orri, þó hann sé stór, þá var hann ekkert hrifinn af þessu sko. Og Bjarki, hirðar hann upp, kemur hann yfir. Uppsending á það! Slottið! Inn í rangstöðun aftur, Bjarki. Axel með góða sendingu yfir, býður hann 2 blá og sjáum fjærstinguna. Og býtum við, dómur, húking á Atla Dennarsson. Já, það er 43 húking, það kemur á orð hérna. Nei, Atli Dennarsson er með 20. Hann er í gömlu skiptunars Helga Píku. En hann fær á sig húking. Þetta er í ættinni. Ekkert til þess að gera. Þetta er fyllt þessum... Fyrsta sem pappas kenndi honum var að húka. Herðu. Á eru innbæðingarnir einu færri í augnablikinu. Heiðar kemur honum út. Kári snýr hann af sér. Kári kemur honum djúpt inn. Það er svolítið áhugavert að Atli sé númer 20 en ekki númer 43. Það er stórundarlegt sko. Það er bara eitthvað klikkaður í merkingun á treyin. Það lítur að vera. Hann er örugglega beðinn 43 á. Nei, Ari klúrar ekki svona, ekkert alveg svona. Trú ekki öðru sko. Ari er með þetta á hreinu. Áhorfendur aðeins fættan láta heyri sér þetta. Það var smá lagði yfir með þetta. Ólafur vinnur þetta, Kári tekur hann. Kári með yfir og það er vonkamir og í kilvuna hjá Ólafi. Og við erum bara gríðarlega vakandi þetta fyrir fjarstönginni. Gott powerplay. Hvað er að gerast þarna? Kemur hann með á Kára. Kári með lúmskan yfir á fjarstöng og Heiðar aftur út. Nei, hætti við hótaskotinu. Þetta var vel gert hérna hjá Ólafur. Vel gert hjá Ólafi, hótaði skotunni, leta hann fara niður í blokkið. Þannig að Halldór kemst inn í það en Kári heldur hann inni. Aftur kemst hann ekki út pökkurinn. Úf, vel gert hjá Kára. Ná að losa pökkinn og Styrmir ná að stýra Þessi þarf að fara út, Ingvar Jónsson. Þannig að skynnseminn loksins, númer 25. Þór Jónsson. Hann hefur gert þetta áður. Oft. Herðu, það er mínúta eftir að powerplayni hjá SR-ingum. Og powerplay-lína þeirra nummer 1 var að koma inn á. Þeirra betri powerplay-lína. Filip. Þeir eru bara stórhættulegir þessi gæðir hérna sko.
Góð sending. Og nær ekki, kemst inn í hérna og... Já, Gunni. Fulla ferðinni, fulla ferð. Þarna. Góð innkoma hjá Jóhanni Björgvinni. Bjarki. Nei, Gunnar Unnar. Meinu færri. Þannig að kannski bara að setja puckið djúpt. Filip. Og Petter í baráttunni en Unnar vinnur þetta. Sett hann bara djúpt, drengur. Þarna, fín tækling. Þetta er fínt kill hérna hjá SA-mennum núna. Já, þetta er betra. Það er að ná að stoppa bara áður að komast inn í svæðið. Já. En við þurfum aðeins meira frá okkar mönnum. Sorry, þetta er bara þannig, við erum undir. Vel spilað, vel spilað. Kemur einn lúskur og Jakob klemmir hann hana með raskinnunum. Það var að detta í gegn. Hver er þetta að fórna sem að ná í þennan puck? Engin. Herðu. Já. Rúnar. 14 mínútur eftir, en þeir kláruðu þetta penalty. Já, þetta er dráputa. Það var engin aðgangur á þessu sko. En allt í lagi. Fyrsta liðin komin aftur inn á Jói og Haffi og Andri. Heiðar og Jói í uppkastinu og Heiðar tekur þetta yfir á Jónatan. Jónatan niður djúft, svolítið djúpur. Þetta er bara skynsamt. Bara ekki missa hann á blálínunni, setur hann bara djúpt. Pétur Mókan á dropparunum á Heiðar og Ingvar er að taka til hana inn í svæðinu sínu. Dropparunum út og Jónatan. Sali rólur á bekkinum, kemur með svona lúmskan og Heiðar kemst ekki inn í það. En Daradas á bláu, Pétur Mók. Andri setur pressu á Pétur Mók. Og Jói fær hann, kemst inn í það en samt ekki Pétur. Mók fær hann aftur bara. Pétur 1 á 2 hana. Gullu með pressuna. Halldór. Aftur setur hann í hodnið, þá er það Róbert Hafberg sækir. Þetta er ekki góðar hreinsanir, sorry. Það eru bara... Nei, það verður að vera aðeins betri, sko. Já, ef þú ætlar að gera þetta alveg. Jónatan, Ævar Afgís. Kemur Ævar. Vissi aldrei hvað hann var. Norrlenskt eðalblóð í þessum dreng. Þorgils, vinir hérna, miklu félagar Þorgils og Unnar Hafberg. Það var Arnar, missir hann þetta. Ólafur. Það var Atli, setur hann yfir eða ekki. Já, fínt. Inn í miðuna með þetta, inn í miðuna þetta. Og það er rólegur hérna. Hangur bara þess að bekkjum. Fínt, vel spilað, Unnar, koma svo. Unnar tekur þetta, sveir inn en næris ekki og Jóhann Björgvin Ragnarsson. Það hefur verið lítið að gera á Jóhannu núna. Já, í rauninni, þessari lótu, við erum að segja það. Frekar lítið að gera. En það er nú oft bara hættulegra. Já, það er bara oft verra. Það eru kaldur og það er einn drulla, sko, þú veist það bara, þannig að... Einn leðja frá bláu línunni. Já, eitthvað. Það er aukast inn í varnarflæði Skautafélags Reykjavíkur. Heiðar Gutti vinnur þetta aukast, en SN-ingar komast inn í þetta. Já, Þeir eru bara fljótir upp, sjáu þið. Og við verum ekki að þessi skjóti. Filip kemur hún djúpt. Sölvi yfir á Þorgils og rennir hún hana. Sölvi. Unni gerði vel þetta að fara í skotlínuna. Þetta aðeins finna fyrir sér hérna. Já, svona tæp-tækling hjá Halldóri. Já. Unni kemur honum út. Þetta er æsing. Já. Hvaða kerfi eru að spila? Akkurat núna? Þetta er svolítið innbæðingar út úr ballkerfi sér. Drop and chase bara. Þeir eru í vandræðum. Já, þeir eru í vandræðum, það er bara hannig. Það er 2-1. En það er nú sem betur ver hellingur á hokki eftir þetta. Já, guð minn góður sko, guð minn góður. Og bullandi sunnanátt sko, þannig að við erum í hennu eftir. Við erum líka að spila, svo erum við að spila upp í móti núna sko. Já. Aða, kemur lúmskur. Birgir nær honum ekki en Halldór. D2D yfir á Ingvar. Og Unni munar litlu. Já. Birgir má vera skrefi aftar til að fá pökkinn. Hann er aðeins á undan. Hanna, Kári. Kári. Er það Kári? Kári er búin að setja það ennuna. Skauti stöngin út. Jakob. Jésús. Jakob var með þennan í hanskanum. Mista hanskanum í stöngina sko. Munum það engu að það er bara allir hattar húsins á loft hérna. Og þetta var tæft. Þarna fínt.
Hafþór lætur finna fyrir sig þarna í hóttinu. Góð bara þannig að Gunni kemur út með pökkinn. Hvað ekki Gunni? Hún langar að senda langan og hann gerir það. Jóhann Leifsson. Jói Leifs. Jói Leifs. Með einhverja töfra Jói. Jói býður á sendir hann hættur um skotið. Blokkað, Haffi með skott. Skaut hann í eista og Bjarkarir. Haffi. Húf. Orri missir hann út fyrir maður. Gloppar hann yfir kiluna. Herru. Það er aðeins líf í okkur. Þetta er að fæðast. Jói Leifs er að draga vagnir þetta. Stendur þessi tvær tækningar. Jóhann aftur. Jóhann ennþá með hann. Kemur þessu upp á bláu. Ekkert vesen. Yfir á Orrablandar. Yfir. Atli með bara með skot. Fínt skot þarna. Róbert Hafberg. Róbert. Nú þurfum við að skipta strákarnir, reyna að fá ferska lappir inn á meður í sóknarsvæðinu. Róbert Hafberg heldur þessu. Setur hann upp á bláu. Yfir með þetta. Orri. Aðeins svo seint. Orri. Aðeins kærulist þetta. Snúa strax. Ekki leiðum að skipta. Og svo Atli hefur ferðina. Góður Atli. Getur farið allir. Klárar það bara með núsku. Jóhann Björgvin átti bara í mestu vandræði með þennan. Fór hann upp undir hanskan og kilvuna. Þetta var bara Fokkamennur aðeins að vakna úr rótinu. Það var eins og markið sem þið fengu á sig þetta í fyrstu lótunni hefði bara svolítið slegið átt að læginu. Já, pínu. Og þeir bara mætti ekki svona í byrjun annar lótu. En við þurfum að halda okkur úr bóksinu líka, það er á tæru. Það er lykilatriði. Essinningarnir hafa verið að vinna leiki á powerplayinu vittur. Þeir eru með öflugt powerplay. Hvað gerist þarna? Essinningarnir kom út með þetta. Filip. Reynsa hérna. Hættulegt. Góður Arnar, skynsamur hérna. Vel spilað. Finnur Róbert Hafberg. Robby bara einn engi með honum. Heiðar í baráttunni. Robby vinnur hann aftur. Robby er ennþá með hann. Sendir Robby. Sendir hann yfir og kemur. Færi aftur. Balti skoraði. Balti með fít skot. Og það var það Atli yfir á Ingvar. Ingvar aftur með miða. Koma þetta þrýr á sama staðinn. Við sengjum hver alltaf að taka hann. Þetta Unni hef ekki séð að Unni var fyrir aftan hann að taka við honum. Birkir er ennþá með hann. Birkir í baráttunni við Þorgeirsson. Svo Ingvar missir hann frá sér. Ævar skil og munaði litlu. Hann kæmi hann að sendingunni yfir á Axel. Ingvar smurði Axel hann á brauð. Þarna, vel spilað hérna núna. Hvað gerir núna? Þetta er allt annað hjá okkar mönnum hérna. Koma svo inn á markmaðið drengur. Birkir vel. Birkir! Unni heldur þessu. Sterkur á pekkinum. Það er pungalínan. Hún er að skila sínu þarna. Og kemur Halldór Skúlason. Hann er farin hættur í vörðinni. Hvor er sóknina? Gunni. Birkir kominn í vörðina hérna. Unni vil þetta bara fara hana, syndist mér. Petter, næra, laung kilva maður. Þetta er alveg, hún er svona 2,60 kilva sko. Gunni með lúmskan. Orri, Orri nennir þess ekki lengur. Lét bara vaða. Einn þandir eins og Heiðagestur sagði um árið. Skynsamur Gefur Bjarki, yfir á Ólaf. Og sjáu þið Styrmir, laumast með honum hann. Kemur tækling á Orri. Kemur Orri með fína tækling. Það flugur Orri. Þetta erum við að sjá miklu meira af þessu. Láta finna þess fyrir okkur hérna. Andri Mikaelsson, Captain Fantastic. Fer hann á raskatunni núna í hornið. Hann er ennþá í baráttunni. Andri kemur svo út. Jói trippaði niður og þetta er dómur. Þetta er dómur. Fyrsta powerplay sem SA fær. Markus Máni Ólafsson. Það er mikið gleði í stúkunni við þetta. Þetta var svona laumutripp. Við verðum eitthvað að fá vísbendingar hérna að hljóðu hjá okkur sé eitthvað öllítið undan, hugsanlega. Við reynum að... Eigum þó að hægja þetta Höfum bara svona... Unni í uppkastinu á móti Heiðari. Það var bullandi norðlest blóð hann í gangi. Sjáum hvað gerist í powerplayinu. Unni þurfa að taka þetta uppkast. 8 mínútur, rétt rúmar lifa annari lótu. Og Íslandsmeistararnir leiða með einu marki. Atli, Unnar, Atli aftur. Unnar fær hann aftur.
Rólur skiptir. Já, kemur lúmskurinn inn. Já, fín hugmynd. En þeir ná að hreinsa þetta. Kom alveg sal í Rólur þarna. Smá skóaferð þarna. Þetta myndi aðeins á Leo Forsberg. Þessi ferð. Og Ólafur. Kemur hann út. Og svo! Gunni, Þetta var tæft. Já, líka að vera með þennan mann, Axel, í bakkinu, ekki að besta. Já, ekki, þú tekur ekki sénsinn á blálínu þá. Nei, Gunnar. Kemur Orri Blöndal. Labbaði bara. Já, alla leið. Stillin upp, strókar. Orri ætlaði að taka rapparátt og hann langaði það. Gunni. Andri. Gunni rífur hann í gegn og fór í öxlinn á einhverjum hana. Jæja. Það var hrúa fyrir hann að marki. Það er nú eftir 45 sekúndur eftir powerplayinu. Já. En svo Gunni vitið það ekki. Gunni bara rólegur. Drappar hann Jóa. Jóa kemur. Það er svolítið eins og ísinn sé eitthvað stamur. Mér finnst eins og þess pökkur að vera að stoppa. Hvað gerir Jóa? Oj. Hann ætlaði að kötta inn hérna. Já. Hann langaði það. Balti. Balti rólegur. Arnar á fjárstykjunni hérna. Arnar aftur, skynsamöður yfir og Atli yfir! Tók eitt headhunter hérna rétt yfir markið! Við erum að hitta markið. Og Atli! Hittir þú markið, Drengur? Atli! Nei, Jóa Björgvin! Vá! Þetta liggur í loftinu, 10 sekúndur eftir. Að powerplayinu. Nú þurfum við að SA-menn að vera skynsamir. Já. Fylgjast með. Trú ekki annað en að með boxinu. Finnska múfan ritsett handinni eigi eitthvað upp í erminni. Ólafur Markusson kemur inn eftir 10 sekúndur. Hann getur nú reynd að lauma sér bak við vörnina. Já. Það er reyndar byggður eins og ískápur, þannig að hann laumast nú kannski ekkert mikið. Á! Hver veit? SA vinnur þetta. Droppar hann niður á Róbert. Róbert nýr í horninu. Robby fyrir aftan markið. Gretzkys office. Og Atli skýtur aftur. Setur lúmskan. Unnar. Og þeir eru fullmannaðir. Og Unnar næri ekki sendingur hér á fjárstykjuna. Og Þorgils. Sterkur, grimmur balti. Þorgils. Þeir hafa dansaríkarnir og sækja, þá var það Axel. Axel losar niður fyrir. Jájá, bara skot á marki og... Þetta var eitthvað sleipupökkur hérna. Já. Kemur Róbert með Unnar með sér og Birkin á marki. Jájá. Robby kemur! Birkir Einarsson í einir! Birkir Einarsson! Já! Þetta var gríðarlega klókt hjá Róberti þarna. Hann setur pökkur bara fast í kilvuna hjá Birki. Fyrir honum inn 2-2 og við erum með leik, krakkar. Við erum með leik. Þetta er búið að liggja þessu loftinu núna. Róbert kemur á það. Eftir gríðarlega sterka byrjun í S-sendingunum þá er svona aðeins verið að spýta til lófana. Já, sjáum endirsýningu á þessu. En enn sem kom mér þá er þetta lota S-sendinga, finnst mér. Já. Það kemur hann að segja þig, Robby rólegur, tekur hann að smá. Og sendingin fyrir. Já, það er Birkir Einarsson, nummer 8. Sonur móður sinnar sem að skorar þetta mark. Sjáum hann að endursýningun aftur. Þetta er vel gert. Lúmskur og lúmskari, Robby og Einir. Nei, Einir, það heitir ekkert Einir, það heitir Birkir. Birkir Einarsson. Reyndar eins og snýttur út úr pappa sínum. Já. Það var að Unni, setur þetta bara upp á bláu og kemur sér þetta ekki út. En þessi þarf að fara út, hann gerir það. Það var að Heiðar, Kristvegar. Kári Eirindar, ekkert mál. Vel gert hjá Dóra, hérna Dóri kemur þessu á Birki, Birkir áfram bara. Settu bara annað, drengur. Reynir skoti bara. Heiðar setur hann djúft á Birki, láta hann fara bara. Vel gert, Unni heldur þessu, sterkur. Kári yfir á og kemur sending hann yfir á Styrmir. Styrmir yfir á Kári að skora þetta drexinn. Það er allir þetta Jónsson á loft. Númer 23 Kári Arnarsson sem skorar hérna. Þriðja markið
sitt! Aftur er það blind sending með bakhöndinni, bara þvert fyrir markið á Kára. Það er öllum kveikt og enginn heima þetta, norðamegin í höllinni. Góða kvöldið, þetta var upp úr engu. Við erum að sjá þetta aftur. Wow! Sjáu þið hérna. Sendingi kemur inni á Styrmi hérna í miðuna og hann hendur hennu bara blindandi bara. Og Kári klárar hann. það er bara brúsin af. Þetta er það sem Kári gerir best. Ekkert vesen. Hann klárar færi sín. Ekkert vesen, Kári Arnarsson, langbesti maður S-eringa hérna. Er búinn að skora 3. Og það er helmingur á leynum eftir. 3-2. 5 mínútur eftir Já. á annarri lótu. Góða kvöldið. Gunnar Arason sækir þetta djúpt. Og við Það er skulum, bara að pressa á sig strax. við skulum ekki gleyma því hversu mikilvægur þessi leikur er, sko. Af því að það er erfitt að fara á útivöllin að sækja stig ef við klárum þennan ekki. Já, maður veit aldrei samt sko. Það hafi nú oft gerst í úrslitakeppnina Já. eins og í fyrra. Ég held að allir leikirnir hafi unnist á útivelli í fyrra. Já. Pétur! Já, Pétur tók bara. Headcutterinn. Já. Herðu, Andri Mikkelsson! Yes, Captain! Og hann er inni! Hann er inni! Já. Hvað segir dómarinn Ég núna? að segja hann hafi verið búinn að flauta. Já, en En hann fór með hann inn, það er alveg klart. hann fór með bökkunni. Já, en hvort það var búinn að Það flauta var, ekki. það var Ólafur bara ekki að fylgjast með. Ef hann flautar áður en að bökkurinn fyrir. Já. Þessi var klárlega inni á endanum. En Ég trúa þessu. hann er ekki verið að tæma þetta. En er vel svona- gert hjá Andra Mikkels. Flott spilað. Lúmsk sending þetta, ég sá ekki hver átti sendingu. Nei, Það var bara nei. hendur honum inn í miðsvæði, svona hoppandi bökkur einhvern veginn. Aftur fyrir vörðina. Unnar í uppkastinu. Á móti Ómari Söndrusinni sínist mér. Já, líklega Ómar. Og Unnar hefur þetta. Og Atli missir hann út fyrir og fær pressuna á sig. Og Gabriel er að smyrja hann á það. En Atli losar þetta. Tækling hann, Róbert Hafberg. Og það er Þorgils. Það er æsing. Æsing. 4 mínútur lifa af annarri lotu og staðan er 3-2 fyrir ríkjandi meistarana. Okkar menn ekki alveg fundið taktin í þetta. Sérstaklega varnarlega séð. Já, það er eiginlega... Sérstaklega varnarlega séð. Já, Það er það þannig. er bara búið að vera... Þeir eru búin að vera í vandræðum inn í varnarsjón. Þetta er enda búið að vera vel á því vettur, finnst mér. Ok. Það er búið að vera svona... Það sem er náttúrulega rannsóknarefni ef við erum með 10 eða 12 varnarmenn hérna á lausu. Já, það er þetta skrítið. Já, það er stórundarlegt. Kemur skotið og Það er Filip. Petter kemur hann og Jakob verður þetta. Þeir eru að skjóta hann í stuð. SA-menn gera bara skiptingu. Já, hérna, já. Það er búið að... 5 mörk í komin í leikinn. Það er búið að gera breytingar á línunum, sé ég hérna. Þeir eru Matti, Heiðar Gauti og Andri Sverris varðir að spila saman. Já. Sölvi í uppkastinu. Þetta er þessa megin. Halldór. Rólegur á honum. Einhver hafi meiðst eða eitthvað slíkt. Ingvar með eina glórulösa þarna, sorry. Svona á. Petter feldur hana. Síðast að Andri Sverris, sjáu sprettin og Ingvar Jónsson. Nei. Sjáu í gæðum. Ingvar. Já. Vel gert til Ingvari. Góð pansa, Axel. Og það er Þorgils. Þorgils bara skýtur á markið. Þetta var slaft. Halldór. Hann þarf að vera sterkar á pekkinu. Axel Meis. Það er þetta sem er að gera. Við erum bara ekki nógu sterkir á pekkinu með það. Nei, það er bara þannig. Og við erum að henda honum frá okkur áður en við komumst út fyrir bláu. Þannig að þeir eru bara að snúa þessu trekk í trekk hérna upp á Hasbjörgunum. S-eringarnir. En maður lifandi Kári Arnarsson. Hann er í stuði í kvöld. Hann hefur ekki skorað eins mikið veitt og hann gerði í fyrra. Hann var alveg rosalegur í fyrra. Honum líður alltaf vel í þessari höll. Ég held að hann ætti bara að koma norður. Já, þetta vilji vera hér sko. Já. Bara koma norður og spila eitt gott sísón hérna. Hann er oft talað um það sko. Já. Það er bara að drífa sig. Hún var ekkert vissum að kemist í liðið eitthvað. Það er vel gert hjá Haffa hérna. Settur press á Kára. Og Kári losar sig við pökkinn hérna, skynsamur. Bjarki. Skilur hann eftir. Styrmir.
Styrmir kemur, það er enginn með honum. Bjarki tekur tæklingunum á Gunna. Tekur tæklingunum og vinnur pökkinn, vel gert. Gunni, rólegur. Gefa sér tíma til að stilla upp og koma hérna djúpt niður. Gunna langar alltaf að senda langan, sko. Það er svona, þú veist. Sérðu? Styrmir gerir bara vel að það. Já, Orri. Hvað gerir Orri? Já. Við erum svolítið að senda hérna bak við eitthvað, náðum ekki að halda ferðinni og... Gunni, þetta er bara að vantar aðeins að bóða. Æsing, engin skipting. Já, Víkingunum. S-eringan með að skipta. 2 mínútur 26 sekundur eftir annari lótu. Sýnist nú að hérna, Róbert Hafberg og Unnari Hafberg hafi báðum tekist að lauma sér inn hérna í skiptingu samt sem áður. Já. Einmitt. Það er allt reynd. Yes, Sölvi Freyr Allarsson og Unnar Rúnarsson. Heiðar Kristjánsson að verða uppkasti sínist þeir. Nei, á þeir skiptu. Heiðar og Unnar. Stúkan tekur við sér 2:20 eftir 2:26. Koma svo. Og þess að vinna þetta uppkast. Gröfum pökkinn út þarna, Heiðar. Smá hrúu hana. Og kemur Gunni á fullri ferðu. Róbert lappaði bara inn með þetta. Róbert heldur honum. Tók hérna eitt nett lappadryggs. En enginn. Týnist aðeins bökkurinn. Það er komin út fyrir. Atli hirðir hann upp. Fær Pétur á sig en er komin út. Og Gunnlaugur setur hann djúpt. Var þetta ekki rángstað? Bæði líka ára skiptingarnar. Var hann ekki fyrir innan? Já, ég sá það bara ekki. Ég sá það ekki. Ég ætla ekki að sverja fyrir það. S-eringarnir. Hvað gera þær? Skýtur hann það. Blokkaskot. Það var það Andri Sverris. Andri Sverris. Setur hann bara djúpt. Já. Jóhann Björgvin stoppar þetta. Það er skiptingu hérna núna. Kemur út á Ævar. Hanna, kemur sendingin yfir á Birkir en... Og... Kemur Þorgils. Fínt skot. Jakob Vereda. Sjáðu, þeir eru að finna frákvöstin aftur og aftur. Aftur og aftur, sko. Það er endar ekki skotin í þetta skittin, hann náði samt frákvöstinu. Ævar liggur, rólur upp pökkinu. Arnar eftir. Nú eru S-eringar algjörlega. Að sjálfsögðu, ég skil það vel, sko. Fróður það er að standa upp, sko. Já. Þannig ef þetta ekki dómur, þá er þetta stór fyrir. Ég held reyndar að reglum að segja það ef þeir grunur að það eru högg á höfuð, þá eigi að flauta. Alveg saman hvernig staðan er. Það er, ég held að það sé svona nýströgg. En ég ætla ekki að sverja fyrir það. Nei. 1 mínúta lifir á lótunni. Víkingarnir þurfa mark. Einhvað séu, var hann hálfstaðin upp þegar hann flauta. Víkingarnir þurfa mark. Já, 1 mínúta og 6 sekundur eftir af annar lótunni. Þetta verður bara svo miklu skemmtilegra að Víkingarnir jafna þetta núna fyrir lokinn, sko. Fyrir loka lótunni. Það er bara skemmtilegt. Þetta er jafnt og að sé, þetta er bara eins Já, ég veit það, þetta er ekki neitt. Þetta getur breyst á bara okkur sekundum. Sölvi, Jói. Þessari getur sett 1-0 líka. Og Jói vinnur þetta. Jói vinnur þetta. Vel gert hjá Gunna. Og Unni. Já, og Gunni inn á mark. Unni næri ekki að koma hann fyrir. Filip kemst inn í þetta. Petter yfir á Axel. Axel bara skýtur. Petter kemur hana í Orra. Gunni hirðir hann upp. Gunni leitar að löngum. Fær slassana eða húk. Ekkert að flauta þetta neitt. Nei, akkurat. Og Felix. Reyndi hérna að aðtöka þetta Jóhann Björgun og vakandi markinu hérna. 33 sekundur. Þessir ykkur eru marki yfir, ekkert að líta sér. Nei, það er Felix sendir bara langan og Styrmir bara dömpar honum inn og Jakob Vereda og fyrstir hann. Þarna var bara að spila pekkinu strax til hliðar. Í stæði fyrir að gefa þeim uppkastin í svæðinu. Yes. Áfram með spjörið, 17 sekundur, koma svo. Það er hægt að gera helling í hockey á 17 sekundum. Ólafur og Unnar. Ólafur vinnur þetta bara clean. Bjarki! Bjarki! Óveg gert hann að sendi. Bjarki vinnur hann aftur. Skotið upp!
og Jakob Naravelis. Jesús minn. Vá maður, þvílík darraða dags fyrir fram að markið og SR-ingarnir hirðan upp í slottinu trekk í trekk. Þeir eru með 3 klín skotana. Það er... Vá, og trafíkir fyrir fram að markið. Það er svolítið bara eins og það sé bara eitthvað á... Það sé Harpex á kilvunum hjá SR-mönnum. Þeir eru... Það vantar bara Héðinn Björnsson hann til að sko höggva nokkar kilvur á þannig. Já. Fækka aðeins kilvunum fyrir fram að markið. Hekkurinn. Það hekkir fyrir að markið. Herðu, uppkastið, 4,5 sekúnda. Og það kemur skotið. Ekki gott skot og Lothar er úti. Já. Við förum í leikli inn í þriðjulótuna með 3-2 fórustu á SR. Yes. Mörkin í lótunni eru Kári Arnarsson og Markus Óla... Nei, Kári Arnarsson og Kári Arnarsson með hann er með bæði mörkin og öll mörkin. Og stóðsendingan hjá honum var Styrmi Mokk og Óla Björnsson. Markið á SA í þessari lótu var Birkir Einarsson, stóðsendingar Róbert Hafberg og Unnur Hafberg Rúnarsson. Roger. Nú er tæknimaðurinn að góla mig, hvað vill hann? Það er bara þannig, en frábær lota fyrir augað. Eiríkur H. Richter, sérlegur tæknimaður og rafeindafræðingur og geimflöga smiður ætlar að endurræsa útsendinguna gott fólk, þannig að þið vitið af því. Yes. Hann ætlar að endurræsa útsendinguna vegna þess að það er búið að vera eitthvað vesen á hljóðunum. Þannig að þið horfið þá bara fyrstu 2 lótunar aftur með okkur og svo komum við. Nei, djók. Við sjáumst í þriðju lótunni. Hafið það gott.